Heil og sæl, kæru hlustendur og verið hjartanlega velkomin í hlaðvarpið með lífið í lúkunum. Ég heiti Erla og ég stjórnandi þáttarins. Aðal samstarfsaðili hlaðvarpsins Nettó og mig langar að hvetja alla til þess að sækja samkaupa appið. Það bæði hægt að sækja það í App Store eða Google Play og þegar þú verslar þá færðu 2% af vöruverðinu tilbaka sem inneign í appinu. Og einnig eru reglulega auglýst sérstök app tilboð þar sem að veglegur afsláttur veittur af ákveðnum vörum og hann skilar sér einnig inn í formi inneignar. Þannig að þú skalt ekkert tvínuna við hlutina, bara sækja samkaupa appið og byrja að spara. Þáttur dagsins tekin upp í Nóa Sirius stúdíói podcaststöðvarinnar. Gestur dagsins hún Katrín Sigurðardóttir sem hjúkrunarfræðingur og heilsumarkþjálfi og hefur grúskað svolítið histamín óþol og ætlar að fræða okkur það í dag. Vertu velkomin. Takk fyrir. Hver Katrín? Katrín bara miðaldra hjúkrunarfræðingur úr Kópavoginum sem komin í Hafnarfjörðin með millilendingu í Ameríku. Og starfa núna á heilsugæslunni Efra Breiðholti í lífstílsmóttöku og aðalega lífstílsmóttöku og sykursýkis eftirliti. Ok, lífstílsmóttöku. Getur þú sagt okkur eitthvað meira frá því? Það eitthvað nýtt? Það eitthvað sem á að reyna að koma á í öllum heilsugæslustöðum og það bara mismunandi eftir mönnun. Ég held þetta stundum sé svolítið látið mæta afgangi út af því að það skortur á hjúkrunarfræðingum og það kannski ekki allir sem tíma að setja heilan hjúkrunarfræðing í þetta en ég mjög lánsöm og ég fæ að sinna þessu aðalega. Ég tek á móti fólki sem tilbúið að gera breytingar á lífstílnum til að bæta heilsuna. Mikið af fólki sem með sjúkdóminn ofþyngd, fólk sem með forstig af sykursýki eða komið sykursýki. Og þetta bara stórkostlega skemmtilega vinna. Þetta bara draumastarfið mitt. Finnst þér, dætt nú bara aðeins í hug, kannski ég fara út af sporuna, en finnst þér vera varið nógu miklum tíma og fjármunum í forvarnir? Algjörlega ekki. Nei. Akkurat. Það tekur bara miklu lengri tíma að sinna forvarnum heldur en að skrifa upp á einhver lyf. En mín filosófi svo að við getum, það miklu betra að byrgja brunnin heldur en að bjarga barnin upp úr eða hyrða fólki upp úr ánni eins og samlíkingin fyrir þessa functional medicine sem ég svolítið að hlinnist en ég held til lengri tíma liti þá spörum við mun meira á því að sinna forvarnunum. Hvað heldur að þurfa að gerast til þetta breytist? Við bara stöðum beint í djúpa. Já, það $1 million spurningin. Ég ofta að hugsa hvað að byrja, þú veist, það stundum bara sent að byrja í leikskóla. Ég held að við þurfum að byrja með ungum mæðrum, jafnvel, bara fyrir meðgöngu. Ég held að við þurfum jafnvel að fara svo langt. Og þetta auðvitað vand með farið, við viljum ekki kenna mæðrum eitthvað, en við þurfum líka að valdefla þær, við þurfum að segja það skiptir máli hvað þú borðar, hvernig þú hreyfir þig, hvernig andlega þú ert stödd á meðgöngunni. Hvernig barnið kemur út, bara streituhormónin sem fóstrið verður fyrir á meðgöngunni getur haft mikið að segja hvernig líf einstaklingsins verður. Og svo verðum við bara svolítið að breyta, held ég, þú veist, þessum viðhorfum þú veist, hvernig erum við góð við okkur? Erum við góð við okkur með óhollum mat? Eða erum við góð við okkur með einhverjum öðrum leiðum sem að láta okkur líða vel og hafa kannski betri áhrif á okkur til lengri tíma? Hvernig við velunum okkur. Nákvæmlega. Þannig að þinn bakgrunnur, þú ferð í hjúkrunarfræði hérna heima. Já, útskrifast á síðustu öld. Seint á síðustu öld. Já. Og síðan vann ég bara svona hér og þar, tók þetta kjörár sem var á Landspítalum, þannig ég veit pínulítið margt og svo flyttið til Bandaríkjanna 1999 og vann þar sem hjúkrunarfræðingur og barnagjörgistudeild í Boston í 7 ár. Wow. Síðan var ég heimavend og húsmóðir í mörg ár og svo bara rétt áður en ég flutti til Íslands aftur. Ég flutti til Íslands 2022 og þá í janúar byrjaði ég námi sem heitir Functional Integrative Nutrition.
þetta er Master of Health Sciences og meðfram því tók ég heilsumarkþjálfun, Health and Wellness Coaching og útskrifaðist úr öllu þessu í sumari 2023 og já, þannig komst ég og fannst það sem ég í dag. Og fannst þér þetta diffka þekkinguna þína mikið þetta nýjasta nám? Já, það gerði það. Ég var reyndar komin svolítið inn á þetta food is medicine, þessa hugsun. Get bara deilt því með ykkur, ég var greind með liðagigt þegar ég var 14 ára og það var bara alltaf svona mallandi í mér og alltaf svona einn og einn liður sem var að angra mig og ég var bara alltaf einhverjum verkjalyfjum og svo bara út af siðferðislegum ástæðum fór ég að taka út dýraafurðir og bara án þess að ég fattaði það þá losnaði ég við liðagigtina þegar ég var búin að taka út, ég tók bara eitt skrif í einu og ég endaði að taka út sérstaklega mjólk og egg og nokkrum mánuðum eftir að ég gert það þá bara áttaði ég að ég var laus við liðagigtina. Hvað varstu þá orðin gömul? Þá var ég orðin ég var 36 ára. Og ég hafði bara stuttu áður farið til gigtarlæknis og hann lét mig hafa bæklingu líftæknilyf. Sagði bara að þú ert ekki alveg komið þangað en þetta framtíðin þannig að undirbúðið undir þetta. Og það svona þessi krabbameinslyf, ónæmisbælandi lyf sem biðu mín. En ég orðin 52 ára gömul og ekki ennþá komin á þessi lyf þannig að Og hefur þú þá haldið þessum dýraafurðum úti allan tíman? Eða prófað? Já, ég hef gert það. En ég svona reyna að meta þetta allt saman og félagslega og ég lefi mér kökur ef ég í kökubóðum og pítsu ef það pítsubóð og eitthvað svona. En ég finn ef ég leifi mér mjólkurvörur í nokkra daga í röð þá fer ég að fá enginn eftir. Já. Þannig að það alveg klárt. Hjá mér það mjólkin. Einhver tenging á milli gigtar og mjólkurafurða? Mjólk mjög bólgumyndandi og þú hugsaður mjólk, hún búin til af kunni fyrir kálfin sem á að stækka frá þessum litlu krútlegu kálfum sem við sjáum og upp í bara fullvaxið naut á 6 mánuðum. Og það mikið af vaxtahormónum og mikið af bólgu svona örvandi efnum í mjólk. Þannig að fyrir mig allavega var þetta trigger og hjálpaði mér að losa mig mjólkina. Þú komst bara svona að því óvart. Já, í rauninni. En hafðirðu mikinn áhuga á heilsu og svona heilsu alveg frá upphafi eða það bara eitthvað sem gerðist með árunum? Já, náttúrulega hjúkrunarfræðin, ég fór í hana út af áhuga á heilsu. Ég var samt ekkert mjög mikið að spá í mína eigin heilsu eða einhverja svona forvarnir þá, þú veist, í hjúkrunarfræðinum þá maður náttúrulega bara mjög mikið inn á spítala og þú ert bara að hjálpa fólki sem komið í óefni oft. En þetta fór svona, já, eftir að ég áttaði mig á því að hvaða áhrif þetta hafði á mína heilsu, hvað mataræði gat gert, hvað mataræði skipti miklu máli, þá fór ég svolítið að garfa í þessu. Og upp úr því þá bara einlega varð mitt draumastarf á þess að ég vissi að það væri hægt að gera það, að vinna með fólki með sjúkdóma og hjálpa þeim að gera breytingar á næringu og lífstíl til þess að ná heilsu. Út af því að lyf getur bara gert svo mikið og lyf í rauninni ekki yfirleitt lækning, þau eru bara plástur og þau eru bara svona til að hemja einkenni. Þú veist, við erum mjög sjaldan að ráðast að rótum vandans með því að nota lyf. Þannig að þá ég var örugglega svolítið óþolandi í mörg ár með vin og ættingja sem voru með einhver vandamál og ég var alltaf að koma, já, farðu nú að borða meira kál og borðaðu meira baunir og taktu þetta og taktu hitt. Þú hefur kannski verið pínu undan þínum samtíma í þessu? Já, kannski svona á undan bylgjunni. Já. En þú veist, það var náttúrulega fullt efni að núti og þeir sem á þessari línu, þú veist, Michael Greger með nutritionfacts.org, mæli bara klárlega með honum. Hann byrjaði einmitt að tala mjög mikið mataræði sem lækningar og Dr. Esselstyn og
T. Colin Campbell, allir þessir gaurar sem eru núna bara komnir að týra þess aldur og eru bara ennþá bara going strong, sko, þeir eru bara á fullu að bara, að breiða út þessum boðskap. Þú veist, þeir gerðu rannsóknirnar og rannsóknir sem sýndu til dæmis að þetta snúa við kransæðaþrengingum bara með plöntumatræði, yngri fitu og streitustjórnin. Þú veist, þeir tóku sjúklingar sem voru ekki skurðtækir, það var ekki hægt að gera neitt fyrir þá lengur, þeir voru bara sendir heim til að deyja og hann tók þá í þessa bara þéttu og þetta var svona rosa gott utanum þetta fólk og þau sneru við þrengingum í kransæðum og það var bara sýnt fram á það með myndum. Þannig að þú veist, þessar upplýsingar eru búin að vera þarna, það bara búið að vera mjög mikil svona mótstaða í svona, hvað ég segi, þú veist, þessu læknisfræðilega samfélagi sem stutt af lyfjafyrirtækjum. Akkurat, og líka bara því að hagur þeirra sem að framleiða allan enn mat sem ekki verið til manneldis, hann náttúrulega, þú veist, það svo mikið fjármagn þar. Já. Þú veist, það að hvernig þessu ísletti promóta, þú veist. Algjörlega. Við sjáum, Og það alltaf þessi krafa að, þú veist, hafa meiri hagnað þetta árhaldurinn í fyrra og hvernig gerum við það? Með því að gera ódýrari mat sem betra bragðið og fólk borðar meira af og hverjir þjást fyrir það. Það bara, þú veist, fólk getur bæði sem veit ekki neitt og bara heldur áfram að kaupa hennar mat og kaupa meira á honum af því að það eitthvað búið að efnafræðilega breytunum þannig að þau líka með kallar á hann. Algjörlega. Og við held að séu rosalega margir fastir í þeim vítarhring. Já. Og ég meina þar á meðal ég bara eins og bara ég svona pínu namigris, ég get bara, það bara sumt sem að bara eins og súkkulaði, það bara kallar á mig. Það gerir það. Það búið að hanna þetta og mouthfeel og búið að greina þetta, allt eru fleiri vísindamenn en næringafræðingar sem vinna hjá þessum fyrirtækjum. Já, hugsa sér. Einmitt. En ef við kannski bara komum okkur að histamín óþolinu. Já. Ef við byrjum bara, þú veist, hvað histamín? Já, histamín taugaboðefni sem við búum til í líkamanum og við fáum það líka inn með mat. Histamín rosa mikilvæg hluti af bæði ónæmisvarun okkar og meltingunni og við höfum örugglega oft öll heyrt antihistamín sem ofnæmislyf og það eitthvað sem blokkerar upptökuna á histamíni og róar okkur niður og bara minnkar ofnæmiseinkenni. En þá erum við ekki að slökkva, hvað sem það eru ekki að rótvandans, þá erum við bara slökkva eldin. Já, þá erum við bara að plástura og setja loka pottin, en það síður ennþá. Þannig að antihistaminlyf eru bara mjög góð fyrir fólk með ofnæmi ef þeim eitthvað tímabundi áreiti en það ekki að lækna í rauninni neitt. Og histamin óþol? Já, histamin óþol þegar við annarkvæmt búum til og mikið histamin, fáum og mikið histamin í okkur miðað við það sem við erum að brjóta niður. Af því líkaminn getur brotið það niður en ef við brjótum það ekki nóg hratt niður eða við fáum ómikið af því eða hvort tvekja gerast á sama tíma þá getum við byggt upp histamin og þá fáum við alls konar einkenni. Og hver getur þau verið? Það eru sko alveg lista 81 einkenni sem hægt að tengja við histamin óþol. Vá. Og vandamáli að við erum með, það eru 4 tegundir histamin viðtökum í líkamannum, þeir eru í heilanum, þeir eru í meltingunni, þeir eru í öndunarfæranum, þeir eru í húðinni, æxlunarfærum og þannig að við getum verið með einkenni frá öllum þessum stöðum. Svona algengustu einkennin eru kannski nefrensli, hósti, hnerri, svona nefstíplur og fólk getur líka verið með mikla höfuðverki eða mígreni sem getur, mikið histamin getur valdið mígreni. Það getur líka verið mikil einkenni frá meltingavegi eins og brjóstsviði, uppþemba eftir mat. Það getur verið hvort sem niðurgangur eða hægðatregða. Það getur verið bara mikil fæðu óþol. Þetta oft fólk sem hætt að þola alls konar mat og finnur það en það greinist ekki á ofnæmissvari. Af því að í rauninni þetta histamin óþol, það ekki ofnæmi, þetta óþol, þannig að það ekki miðlað með þessu EGE sem ofnæmið miðlað.
Og ef þú ert með eitthvað ofnæmi þá veistu vel það því, þú færð alveg einkenni strax og færð hnetur og þá byrjar að bólna í munninum og nefrensli og allt þetta. En histamíni það kikkar seinna inn af því að það ekki fyrir að kemur niður kannski meltingaveginn sem að maturinn fer að sýna þér einkenni. Þannig að þetta oft nokkrum klukkutímum eða einhverjum kannski degi seinna og þá oft erfiðar að gera þess að tengja á milli. Og þetta kannski fólk sem með, þú veist, heldur því fram, þú veist, ég þoli ekki tómata og bara ég verð alltaf lasra á tómatum og svo fer ég til ánæmislækni og svo, nei, þú ert ekki með ánæmi fyrir tómatum, það ekkert að þér. Þannig að fólk kemur bara út og þú veist, það finnst ekki að vera hlustað á sig. Önnur einkenni eru til dæmis bara miklir túrverkir, konur getur mikið mikla túrverki, getur verið ófrjósemi, það getur verið mikið einkenni frá öndunarfærum eins og ég talaði áðan, það getur verið með þess að blóðnasir, tíða blóðnasir, fólk getur verið með frá taugakerfi, bílveiki eða flugveiki, eyrnasuðu líka tengt við þetta, þú veist, það er þetta að fara bara, já, það mjög mikið sem að telja í þetta, hjartsláttartruflanir, blóðþrýstingsbreytingar, svim og yfirlið, þú getur farið alveg út upp í bara þetta anafylaktísk ónæmisvar með þess að og svo getur þú farið ennþá lengra og fengið alls konar fólki verður svona liðugt og þetta er svona hypermotility heitir þetta og alls konar verkir, beinþynning og svo bara mikið af húðeinkennum, eksem, svona helluróði, fólk sem bregst rosalega sterkt við flugnabiti, þannig að það er bara langur listi. En hvernig er vitað að þetta tengist allt histamín óþoli? Já, eða of miklu histamín? Það er rosa góð spurning. Það er bara fólk sem hefur verið að rannsaka þetta sem að gefur út þessa lista og ég meina það sem liggur á baki er kannski að við erum með histamín viðtaka á þessum líffærum sem geta tryggjara þessi einkenni. Þannig að ef einhver er með einhver ákveðin einkenni, fyrir til læknis og fær aldrei neins svör, bara finnur það, nei það er ekkert að þér. Það er ekkert að þér. Og þá gæti það mögulega skoðað hvort að þetta sé ástæðan. Já, það er oft talað ef þú ert með einkenni frá meltingafærum og einhvað annað, að þá er hægt að fara að skoða hvort þú sett með histamin óþol. Og hvernig vitum við hvort þú sett með histamin óþol? Já, það er máli. Það er í rauninni ekki nein góð, það er ekki blóðprufa eða myndataka eða sýnataka eða neitt sem við getum gert til þess að finna út úr þessu. Þannig í rauninni það er eitthvað sem heitir Poor Man's Diagnostic Tool og það er til að gá hvort þú sett með svona húðskrift og það er ekkert allir samt sem eru með það. Það er ef þú klórar þig í húðina og eftir svona 5 mínútur, þú veist, þá er svæðorðið mjög upphleyft og rautt, þannig að það er rauninni hægt að skrifa á húðina og það birtist eiginlega orðið sem þú skrifar eða merkingin sem þú skrifar birtist á húðinni. Svo er annað og það er að taka út eða fara að borða lághistamin mataræði sem við getum farið yfir eftir. Endilega. Og ef það mataræði dregur úr 2 eða fleiri einkennum, þá er það líka vísbending til að þetta hafi verið histamin óþol. Ok. Þannig að nú man ég ekki spurningunum mína. Þetta er svo mikið, hvað sem þetta er svo viðfemt. Þetta er rosa viðfemt, já. Að svona stundum erfitt að ná utan þetta. Veist, ég er nýbyrjuð að kynna mér þetta, ég hugsa fólk sem er að hlusta, að það er kannski það er bara að hlusta þáttinn tvisvar. Já, og ég var að reyna, þú veist, þess vegna var ég bjóð til einhverja svona slideshow, aðalega fyrir mig bara til að skipulega geta, þú veist, fyrir mér, af því það er svo erfitt að útskýra þetta í stuttu máli. Kannski getum við leyft einhverjum glærum að fylgja eða linka á einhver upplýsingar frá þér. Já, kannski. Ef þú vilt deila. En það sem ég ætlaði aðalega að spyrja er sem sagt histamínið sem við fáum, er það aðalega úr mat? Já. Það er aðalega úr mat. Eða sem viðbragð við einhverjum fæðu óþoli. Þannig að eða einhverju öðru ofnæmi, þú veist, þú losar histamína með ofnæmi fyrir einhverju. Grasi til dæmis. Grasi, frjókornum, dýrum, já.
og þannig að það svona ein af svona meðferðunum eða þannig bara að reyna að forðast allt svoleiðis bara til að minnka histaminmagnið, histaminálagið í líkamannum. Okay. Þannig segjum núna einhver hafi prófað þetta low histamin diet sem við fyrir mjög eftir og það finnur mun. Þarf það bara alltaf að borða svona alla æfi? Góð spurning. Alls ekki. Út af því að það er mjög hollu mat sem er ríkur af histamini. Þannig að við viljum alls ekki taka það alveg út. Svo súrkál og alls konar svona. Súrkál, tomatar, sítrónur, spínat, avokado, þú veist, fiskur og kjöt, skilur við. Það er mjög mikið af hollu mat sem er histamiríkur. En til þess að, við þurfum kannski að fara einu skrefi lengra til að reyna að skilja hvað veldur þessu. Því að í þessari hagnýtur læknisfræði þá horfum við á í rauninni þessi einkenni sem eins og tré. Þannig að einkennin, nefrensli, útbrot, túrverkir, þau eru bara laufblöðin. Svo reynum við að finna rótina. Veist, og histaminóþoli, það er bara greinarnar. Þannig að þá fyrir við lengra hvað veldur histaminóþolinu. Og það getur verið ójafnvægi í þarmaflórunni. Og það getur verið, og þá hugsaum við, hvað veldur þessari ójafnvægi í þarmaflórunni? Og hvað er rótin? Akkurat, sem er svo mikilvægt að finna. Já, akkurat. Og rótin er þá oft í kannski, þú hefur verið á miklum sýklalyfjum einhvern tímann, fengið matareitrun, þú hefur verið útsettur fyrir rakaskemmdum í húsnæði, þú getur hafa fengið þú ert með eitthvað fæðu óþol, þú ert á einhverjum lyfjum sem að brjóta niður eða komið veg fyrir þú losir þetta efni sem heitir DAO sem við tölum líka kannski eftir, sem brýtur niður histamin. Þannig að rótin er rauninni bara að það er einhver meira áttu röskun í þarmaflórunni, einhverja bólgur í meltingavegi sem kemur í veg fyrir við búum til þetta efni sem brýtur niður histamin. Þannig að samhliða þessari matarmeðferð þá þurfum við líka að byggja upp þarmaflóruna og leiðrétta bólgur og leiðrétta bólgur í meltingaveginu. Og þetta hlýtur að vera það smá langklöp. Þetta er það er mælt með sumir segja 10 dagar, sumir segja 4 vikur mestalagi sem þú tekur út allan þennan háhistamin mat. Bara til þess að kanna hvort og einkenni fari. Já. Og svo myndur þú bara byrja að bæta inn aftur einu í einu og vita og kannski endar á því að þola ekki einhverja 4-5 matategundir en markmið er alltaf að ná þér upp í að þola allan mat án þess að þú fáir einkenni en það er kannski ekki alltaf raunhæft en það þarf bara að byggja upp þarmaflóruna. Já, og hvernig gerum við það? Þú spyrir svo erfiðra spurning. Það er náttúrulega heill þáttur við vinkun okkar Kristínu þarmaflóruna sem fólk getur hlustað á en bara svona í samhengi við þetta. Hvað ráðleggur þú fólki sem þarf að byggja upp þarmaflóruna? Hvað er það að byrja? Það auðvit og það er svolítið svona contradiction, hvað heitir það? Andstæður, þetta er svona mótsagnakent út af því að við þurfum fjölbreytta fæðu til þess að byggja upp þarmaflóruna en við þurfum líka að minnka histamin ríka fæðið þannig að við þurfum svolítið að gera þetta spila báðu leikin í einu og svo er líka bara alls konar lífstíls tengd hegðun sem við þurfum að gera. Við þurfum að stjórna streitunni. Við þurfum að vera vel hýdrir. Það bara þarf að drekka vel af vatni. Því betur sem við þinnum histaminið, því minni einkenni höfum við. Já, ok. Og svo er þetta líka, nú er ég að fara út um allt, en þetta toxic load kenningin eða toxic bucket að við kenningin er svo að við séum með fötu og í þessa fötu fer allt áreiti á okkur, hvort sem við erum lasin, við sofum illa, við erum stressuð, við erum kannski með eitthvað fæðu óþol og svo borðum við eitthvað sem veldur miklu histamini og þá er fatanorðin full og við sullumst yfir í einkenni og segjum að við hafum borðað tómata, þeir eru bara svona klassískt dæmi,
borða tómata og þá færðu einkennum histamínóþol. En einhvern annan dag, þá ertu búin að sofa vel, þú ert ekki lasin, þú ert í góðu andlegu jafnvægi, það er ekkert frjókorn í loftinu sem er með ofnæmi fyrir og þú færði tómata og gerist ekki neitt. Af því þú ert bara tankurðin er tómur af áriti. Þannig að þess vegna er líka ofta erfitt að greina þetta, því að fólk segir, ég borðaði tómata í gær og ég þoldi það alveg, en í síðustu viku, þú veist, þá bara var ég ógeðslega lasin af þeim. Þannig að ég veit ekki hvort það eru tómatar, en þú veist, það er kannski tómatar, en það er líka það að þú varst illa fyrir kölluð og það var eitthvað annað áreiti sem að... Þetta er mjög góð útskýring. Þetta er að því ég held að margir tengi við þetta. Þóla stundum eitthvað og stundum ekki. Já. Og við þurfum bara að sjá, við erum ekki bara, þú veist, talva, input og output, við erum svo flókið kerfi og við þurfum bara að horfa heildrænt á okkur. Svolítið. Mér langar svona áður við förum í hvað er low histamine diet allar upplýsingar eru á ensku. Já, ég veit það. Og ég er að reyna að túlka þýð eitthvað og svo er það kannski ekki rétt að þýðingin. En þá langar mér samt svolítið aðeins kannski að ræða með þetta DAO. Já. Er það öfug leið? Byrja að tala um það? Nei. Við getum alveg að tala um það líka. Mér fannst nefnilega svo skemmtileg samlegging í hlaðvarpi sem ég hlustaði á aðeins um þetta til að reyna að fræða mig svo ég vissi hvað ég ætti að spyrja þig. Að það voru verið að líka DAO við svona einhvern öryggislið á flugvelli. Hann er svona að skanna töskurnar og fólkið sem fyrir gegn. Þá er það í raun og veru eins og vera líka í þarmavegnum. Þannig að það er ekkert á milli og út í líkamannum einhver óæskileg efni. Er það ekki það sem hann er að gera? Hann er svona að skanna... Já, ég heyrði þetta podcast líka. Og hann er þá óvirkur? Eða sko, DAO er framleitt í þessu eina frumulagi sem að skilur okkur að matnum í meltingaveginum. Þannig að það er eitt frumulag, það er bara svo kaffifilter sem að síjar í gegn það sem við borðum inn í líkamann. Og ef að þessi kaffifilter er eitthvað skemmtur, nú erum við ekki að tala um kaffifilter lengur, en er eitthvað bólkinn eða það er eitthvað svona göt í honum, að þá búum við ekki til nógu mikið af þessu DAO. En á sama tíma erum við þá komin með það sem að kallast gegndræpir þarmar. Já, er það líki gott? Það er líki gott, eða increased intestinal permeability, heitir það líka. Og þá erum við komið með, þú veist, aðstæður þar sem að í staðin fyrir að brjóta niður all prótein í aminosýrur og sykrur í einsykrur eða hvað sem það er. Og þessar pínulitlu einingar eru fluttar bara með virkum hætti í gegnum frumuhimnuna, þarmamegin og út úr frumuhimnunni blóðrásarmegin og þú veist, þá er bara komin þessi aminosýra í blóðrásina. Þá losna á milli að komast á milli frumana heil prótein og heilar bakteríur, heilir vírusar og histamín sem að áverinu kannski ekki að vera í eins miklu magni inn í blóðrásinni. Histamín sem við myndum annars bara kúka í klóstið. Þannig að það eigur líka magni af histamíni í blóðinu. Og þá er ekki þetta DAO til að brjóta það niður áður en að tekið upp sem eitthvað niðurbrotsefni. Svo las ég einhvers þar að það er hægt að taka inn DAO. Já, það er hægt að fá þetta unnið úr svínanýrum. Þannig að það er að kaupa bara DAO í bætaefna verslunum. Ég hef ekki séð það í þessum heilsuhúsinu og svona en það er að fá það á netinu. Og svo líka verið að segja núna að í pea sprouts, svona einhverjar baunaspírur sem eru ræktaðir í myrkri. Það er innihalda mjög mikið DAO. Þannig að ef fólk er eins og ég borða kannski ekki dýraafurðir vill forðast það eða af trúalegum ástæðum borðar ekki neitt sem kemur frá svínum að þá er hægt að vinna úr því sko. Svo sá ég nýlega að það verða að búa til DAO eða vinna DAO úr einhverjum sveppum þannig að það er heilmikið að gerast í þessum heimi. Og finnst þér þetta hafa orðið meiri meðvitund þetta histamínóþol á síðustu árum? Já, þetta er í rauninni ef þú fer að kíkja á þetta, þá eru ekki mikið rannsóknum þetta byrt fyrir eftir 2000. Þannig að þetta er nýtt konsept og kannski áður fyrir var þetta var mjög mikið kalla bara irritable bowel syndrome. Einmitt, Já,
og bara svona eitthvað fæðuóþol og þú veist, svolítið svona vefjagikt fæðuóþol, við vitum ekki nóg mikið þetta, við getum ekki talað þetta örugglega ekki alveg. En myndir þú segja að þetta væri tegund af fæðuóþoli? Histaminóþol? Þetta hangir á sömu spýtunni. Þannig að ég held að sko, ef grunnurinn einhvers konar bólgur í meltingarvegi sem kannski koma út frá sýklalyfjanotkun, þú ert kannski með glútenóþol, eða þú veist þannig að glútenóþol getur verið hluti af þessu, en þú færð fæðuóþol út frá sömu ástæðu. Þetta svolítið flókið. Þetta svona, þetta hangir rosalega margt á sömu spýtunni en rótin einhvers konar ójafnvægi í þörmunum. Okay. Sko samkvæmt þeim þessum litlu upplýsingu sem ég hef að þá náttúrulega histamin í öllu mat en mismiklu magni, það ekki rétt? Það ekki til neitt sem heitir Zero Histamine Diet? Nei, og histamin mjög mikilvægt, þannig að við viljum ekki heldur taka það alveg út. Byrjum bara kannski að því, hvaða gagn gerir það okkur? Þetta bara boðefni sem að þetta tauga boðefni, þannig að þetta kemur skilaboðum til skila í líkamannum. Þetta til dæmis losað úr mastfrumum í meltingaveginum og annar staðar sem skilaboð að það einhver aðskotahlutur, einhver innrás af einhver sýking eða eitthvað sem að líkaminn þarf að bregðast við. Þannig að þá þetta svona, ég hef stundum líkt þessum mastfrumum við eins og reykskynjara, að því þær skynja að það einhver hætta og þá fara þær í gangi að þær opnast og gefa frá sér fullt af boðefnum og histamin eitt af því. Og stundum geta, ef við förum að tala um þessa mastfrumu, stundum geta þær verið svona svo reykskynjarinn sem fyrir gang þegar einhver rista brauð á Landspítalanum. Og svona ofurnæmur. Ofurnæmur, já, og bara svona og springa bara og kalla á slökkviliðið bara í hvert einasta skipti sem að, þú veist, einhver vindur blæs á það á vitlega svona hátt. Þannig að ein meðferðin við þessu histaminóþoli getur verið að stabilisera þessar mastfrumur og þá eitthvað ástand sem heitir mast cell activation syndrome, þegar mastfrumunar losa histaminið of auðveldlega. Þannig að en annars fáum við histamin úr mat og sérstaklega mat sem unnin með einhvers konar bakterjum. Þannig að einhverjir ostar, mygluostar, áfengi, súrkál, jógúrt, kefír, kombucha og edik, sojasósur, því miður súkkulaði á þessum lista og eiginlega allur unnin matur, út af því að unnin matur, þegar það verður búið til unnin mat, þá eru alls konar bakteríur og einhvern veginn lífverur settar inn í þann feril sem eigur geymsluþol og bætir einhvern veginn bragð og þannig að unnin matur yfirleitt ekki æskilegur á þessu lághistamin mataræði. Svo það sem annað, þetta uppgötaðist svona held ég aðalega eftir að fólk borðaði fisk sem var ekki alveg ferskur. Þannig að ef fólk með histamin óþolandi að borða fisk, þá verður hann að vera alveg einstaklega ferskur, þú verður helst bara að bíða á bryggjunni og taka hann beint heim og eldan og því það byggist mjög hratt upp histamin í fiski. Þannig að fiskur og skjaldfiskur sérstaklega og allar unnar kjötvörur, allt reykt kjöt og pilsurnar og bjúin og allt þetta, hamborgarhryggurinn og allt þetta sem inniheldur mjög mikið af histamini. Það þarf að passa sig á afgöngum. Ef þú ætlar að elda mjög stóra máltíð og vilt geyma þang til seinna, þá verður að taka bara strax og setja í frysti og þegar komið tími til að fá sér aftur þá bara úr frysti örbylgjuofn og borða. Það byggist mikið upp í afgöngum og málið þar til dæmis að það eru 2 aðra aminosýrur sem þetta putresín og kadaverin sem byggjast upp í afgöngum og við notum líka DHO til að brjóta þær niður. Þannig að þá samkeppnin DHO-ið orðið meiri.
En fyrir þá sem eru ekki með nein einkenni, þá skiptir engum máli þetta með borði Nei. Við þolum þetta bara mjög vel og þú veist, mikið af þessu bara mjög góður matur, þú veist, að allt þetta súrkál og súrdegsbrauðið og etikið og allt það er bara mjög gott fyrir okkar venjulegu þarmaflóru ef við erum ekki með histaminóþol. Og síðan ef við förum að skoða plönturnar þá er nokkrar mjög góða plöntur á þessum lista því miður og það er bara til dæmis sítrusávextir, spínat, avokado, eggaldin, tómatar og jarðarber og mikið af suðrænum ávöxtum en það er líka, þetta fer svolítið eftir þroskastigi ávöxtana, því þroskaðri, því meira histamin í þeim. Þannig að það þarf svolítið að passa það og svo getum við haft það í huga að eldunar aðferðin getur haft áhrif ef við eldum með háum hita við að grilla og steikja það eykur histamin í mat og ef einhver er með svona krokkpott eða svona lang eldandi eitthvað þá er það líka verra. Nú, ok. Já, maður betra gufisjóð eða bakamat og svo já, svo bara er mjög mikilvægt að eða getur hjálpað að minnka mataglökan ef við tölum svona að borða kannski bara í 10-11 tíma á dag að gefa þá meltingaveginum þetta frí inn á milli til þess að hreinsa sig og styðja við þarmaflóruna og fá smá breyk. Okay. Þannig að þetta er svolítið flókið og eins og ég segi, þú veist það getur verið að þú þolir græna banana en ekki gula banana og af þessum suðrænu ávöxtum þá svo hugsa maður líka eins og þú veist þetta papaya og mango og ananas og allt það, þú veist, hvað er þetta búið að vera lengi á leiðinni til Íslands, þú veist, það er búið að hafa tíma á leiðinni til að byggja upp histamin, þannig að kannski þolir fólk frekar að borða þá ávexti frosna eða þeir kaupir það frosna heldur en að kaupa það ferska. Já, einmitt. Og svo er trikkin nefnilega við þetta að þú getur skoða 10 greinar histaminóþol og þú fær 10 mismunandi matarlista. Ok, oppa sí. Já. Og þá held ég að sé bara rosa mikilvægt fyrir hvern að bara verða svolítið forvitin sín eigin einkenni. Þú veist, kannski þolir þú ekki bláber en þolir jarðarber og þá bara tekur mark á því og virðir það við þinn líkama. Bara pröfa sig áfram. Já, og bara, þú veist, oft eru fyrstu einkennin, kannski nefrensli, hnerri, hósti, sumi fá bara smá útbrot eða sár í munnin eða í augun eða fá eitthvað svona pirring og þetta eru kannski einkenni sem við höfum ekkert vanist í að tengja við mat akkurat, en svona, ég hvet mitt fólk mjög mikið til að verða bara Sherlock Holmes og og vera bara svolítið vakandi fyrir þessu, ok, nú er ég komið þessi útbrot, hvað var ég að borða í gær, og kannski halda pínu dagbók og svona læra á sjálfan sig. En eins og þetta með nefrensli og hnerra, það bara á meðan þú ert að borða matina? Oft kemur nefrensli alveg strax, já. Þú veist að tala líka stundum gerst að dæma. Já, einmitt. En ég þekki eitt sem hnerrar alltaf þeim bara súkkulaði. Já. Þannig að það er vísbending. Já, það er vísbending. Því miður. Og það er ekki ég, notabenni. Nei, einmitt. Nei, en áhugavert. Ég nefnilega hafði ekkert velt þessu fyrir mér fyrir þú veist, þú sagði mig frá þessu það er kannski ár síðan eða eitthvað. Já, fyrir haust, hittust í ágúst eða eitthvað. Og ég bara, og maður svona bara, þetta var á desktopinu í minninu, skilur við. En svo fór dóttir mín sín alls konar einkenni og við fórum svona, hún fór að prófa sig áfram. Þá fór hún að segja mér með nefrenslið sem ég hefði ekki heldur spáð í. Maður tekur einhvern veginn ekkert eftir þessu. Nei, einmitt. En svo bara var ég til dæmis í morgun að gera mér svona banana eggjapönnukökur, bara banani, egg, havramjöl og möndlumjöl og bara því ég var leiðin hinga þá tók ég eftir því að ég fekk nefrensli. Ég sagði, nei, þetta er eitthvað á smorgaveiturinn minn. Hvað en svo fór það bara strax. Þetta var bara ég veit ekki, eina myndi snýtt mér að búa. En ég segi bara, en getur við að allir séu með eitthvað viðkvæmir? Já, ég meina histamin veldur þessum einkennum, en þú veist, ef að þitt nefrensli fer ekkert lengra, þá ertu kannski bara með eðlilegt niðurbrot
við erum bæði með DIA og niðurbroti í meltingarveginum og svo inn í frumunum er eitthvað sem heitir HNMT sem að brýtur líka niður histamin og kannski þitt bara alveg í bara fullu fjöri og verður aldrei neitt meira úr þessu heldur en eitthvað smá nefrensli. Ok. En er einhverjir meira eða líklegra útsettir fyrir histamin óþola en aðrir? Já, bara fólk sem í almenni áhættu að vera með ójafnvægi í þarmaflórunni. Kannski börn sem hafa fæðist með keisaraskurði og ekki verið á brjósti, mikið eyrnabörn, mikið sýklalyfjum, hefur einhvern tíma fengið matareitrun, eins og við segðum, verið í rakaskemmdu húsnæði. Þú veist, það fólk sem í áhættu og fólk sem er til langstíma á lyfjum sem blokka DHA og það eru til dæmis bólgueyðandi gigtarlyf, það eru sum þunglyndislyf, það eru, ég hef heyrt að metformin tala það í þessu samhengi. Þannig að fólk sem hefur verið á langvinni lyfjameðferð þá meira áhættu. Ok. Þannig að sumir gerlar sem að búa til histamin á meðan aðrir góðgerlar brjótaði niður. Þannig að sumir kannski fara í góðri trú og fá sér einhverja góðgerla en finna einkennin versna. Og þá getur það verið að þú ert þá að taka góðgerla sem að í venjulegu fólki eða þú veist fólki sem ekki með þetta einkenni myndi vera bara fínir og ekki hættulegir en þú þarf þá kannski að prófa bara að skipta yfir í einhverja sem að eru myndi flokkast í þann hóp sem að brjóta niður histamin. Og það þú veist, illa rannsakað svæði og mörg flókin nöfn sem ég kann ekki eins og bera fram en það ef fólk að leita sér að bæta efnum þá eru fyrirtæki sem gefa sig út fyrir að meðhöndla histamin óþol og þau hafa búið til blöndu af þess að góðgerlum sem að eiga styðja við eðlilegt niðurbrot histamins. Er það eitthvað sem fólk kaupir það á netinu? Já. Og ég held að hún með þetta líka í heilsuvörðinni. Nei, á heilsubarnum. Hún selur þetta á heilsubarnum. Heilsubarn.is er bætaefna verslun á Íslandi. Og hún er með alls konar vörur og bara þetta setja þar í leitina histamin og þá fullt af vörum sem að koma upp þar. Okay. En finnst þér fólk sem leitar til þín vera svolítið svona ráðþrota? Já, það eru margir ráðþrota og í rauninni grunar þetta ekki, veit ekki að þetta er til. Akkurat. Og fólk bara eftir að ég er búin að heyra sögu og já, ég er með þessi útbrot og ég þoli ekki komið niður í bara fáar matvörur sem ég þoli og búin að vera hjá hjartalækni og alltaf með höfuðverki og þú veist, fólk kannski búið að ganga á milli lækna, fer til hjartalæknir út á hjartsláttartruflunum, læknirinn skoða hjarta, það er ekkert að hjartanu, það er ekkert að þér, þú ert útskrifuð. En læknarnir, sérfræðingarnir eru kannski ekki hjartalæknirinn er ekki að spyrja um húðina eða meltinguna og húðlæknirinn er ekki að spyrja um höfuðverkina. Þannig að þeir eru rosa góður á sínu sviði en það er ekkert verið að tengja þetta saman. Þannig að já, það hefur verið nokkra svona aha moments. Já. En kannski líka bara þetta er það nýtt að þeir hafa bara ekki þekkinguna. Algjörlega, já. Og það er sagt að það ekki 17 ár frá því að kemur rannsókn út sem sýnir fram á eitthvað í læknisfræði þangað til þetta komið inn í almenna notkun í heilbrigðiskerfinu. Við erum að mennta fólk með upplýsingum sem eru kannski 10, 15, 20 ára gamlar og þetta fólk fer með það út í sitt praxis sko. Þannig að það er gott að heyra að það sé svona samvinna hjá þér þar sem þú starfar á heilsugæslunni að læknirinn sé að vísa til þín. Mér finnst það frábær þróun. Já, og ég bara er ótrúlega heppin með mína samstarfs aðila þar. Bara þau bera mikið traust til mín og ég er bara mjög þakklátt fyrir það. Hvert getur fólk þá leitað ef það er að hlusta og fekk svona aha moment?
Ég veit ekki um neitt lækni sem að sinna þessu á Íslandi. En í rauninni þá, það mikið af upplýsingum á netinu og bara googlar histamine intolerance, þá getur eitt næstu mánuðum bara í að lesa þið til og hlusta á podcast og horfa á YouTube-vídeó og kynna þér þetta almennilega. Ég myndi ráðleggja fólki að bara kíkja á þessa matarlista, taka út þann mat sem að þau vita þau þoliki eða grunar þau þoliki og skoða þessi bætiefni, skoða DAO, skoða þessa histamin niðurbrjótandi þarmaflóru, þessa góðgerla og svo þarf líka að vera vissum að þú sért með öll þessi vítamin og steinefni sem að eru notuð í að búa til DAO. Það eins og B1, B6 og reynda bara öll B-vitamin, B2, B5, B12, C-vitamin mjög mikilvægt, kopar, sink og magnesium og D-vitamin. Svo líka til efni sem heitir L-glutamin sem talið byggja upp frumulægið í meltingarveginum og minnkar þannig gegndræpi. Það eru til bætiefni sérstaklega fyrir leaky gut og ég hef heyrt fólk hafi séð mikinn mun á sér við að taka það. Svo er náttúrulega vandinn að þegar þú ert með svona eitthvað fæðuóþol og veist ekki hvað það er, þá forðastu kannski fullt af matvælum. Já. Og þá akkurat færðu ekki öll þessi næringarefni, steinefni og þessi efni sem þú þarft. Já. Og þetta er svolítið vítarhingur því að þegar fólk finnur að það þolir ekki einhvern mat, þá hættir að borða þann mat skiljanlega og þá hættir að næra þá þarmaflóru sem myndir brjóta hann mat niður. Þannig að þá áttu ennþá erfiðara með að brjóta þetta niður næstur og borða þetta. Þannig að ég hvet fólk til þess að bara borða lítið í einu þó ef þú þolir ekki, ef þú telur þig ekki þola tómata, þú veist, prófaðu niður svona tómata og fáðu bara 1 bita í dag og kannski 2 bita eftir 2 daga og þú veist, þannig að byggja hægt og rólega upp flóruna aftur. Það er gott ráð. En varðandi bara almennan lífstíla því að þú varst nú að nefna streituna áðan og það er bara núna næsta dagskrá streitu þáttur. Já, frábært. Og einmitt. Þannig að mér fannst svolítið flott að þú komst inn á það hvað streita hefur í alvörunni mikil áhrif bara inn í frumurnar. Algjörlega. Og bara allt þetta. Gætir þú líka sagt okkur eitthvað bara varðandi lífstílin almennt annað en mataræði? Já, sko áfengi er til dæmis mikill áhættu þáttur með histaminóþol. Það bæði hvetur losun histamíns úr mastfrumunum og það truflar þarmaflóruna. Þannig að við þurfum að halda okkur frá áfengi í þessu lághistamin. Á meðan við erum að byggja okkur upp. Já. Og svo er náttúrulega áfengi bara eitur. Það er nú kannski og það er að vera eitthvað hvetja til þess sko. En ef þú ætlar að velja áfengi þá væri kannski betra að taka einhvað eins og gin, vodka, rom eða eitthvað svoleiðis í staðin fyrir bjór af því bjór er náttúrulega gerjuð vara og vín líka. Svefnin er líka mjög mikilvægur. Þú veist, ef þú ert þreytt þá eykur það histamin framleiðslu. Kaffi, að það er mælt með að minnka kaffineyslu. Það er sagt kaffi er gerjuð vara og hún blokkar svolítið þessi niðurbrottsferla sem við höfum fyrir histaminið. Reykingar, það er gott að hætta að reykja og vara sig á svona óbeinum reykingum og það hjálpa líka að halda blóðsykrunum í jafnvægi og þá er mælt með til dæmis að fara í létta göngutúr eftir máltíð. 5-10 minna göngu og það hjálpar til að stilla blóðsykurinn. Of mikið líkamsrækt getur haft áhrif. Histamin í rauninni er losað í áreynslu og fólk getur verið með ofnæmi fyrir áreynslu. Já. Vissirðu það? Ég vissi það ekki. Nei, ég var einu góða vinkonu sem með áreynslu ofnæmi. Hvernig lýsir það sér það?
Það lýsir sér með útbrotum og kláða og miklu meltingaeinkennum, bara niðurgangur og ógleði. Ef að fólk hreyfi sér þá of mikið í klukkutímum eða of mikið harkalega, eða svona Já, bara annarkvort. Bæði, já, okay. Og mitt orðið of þurrt, ekki með nóg mikið af steinefnum. Og þessi stúlka var bara mikill hlaupari og þetta hafði mikil áhrif á hana. Þú veist að fara og taka ónæmislyf áður nú fór að hlaupa og þetta var bara meira áttamál. En er ekki hægt að læknast af histamínóþoli? Það fara tvennum sögum af því. Ég held að það sé hægt að minnka einkennin heilmikið, bara ef þú byggir upp þessa þarmaflóru og þarmavegginn. Ég held að það muni skipta miklu máli. Fólk sem ég hef svona verið að styðja í gegnum þetta hefur fundið mikinn mun á sér en það er ennþá með ákveðin fæðóþol og það kannski ekki alveg 100%, það nær því ekki. Og það fyrir kannski líka eftir hvað var búið að vera lengi í þessu, þú veist, orðin eitthvað varanlegar skemmtir. Já, einmitt. Svo bara að vökva sér vel, drekka vel, eða þú veist að reyna á þig að drekka elektrolíta, það getur hjálpað og vera svolítið út í sólinni. Og smá D-vitamin. Já. Svo ef þú fer dýpra í þetta, þá fer fólk að tala áhrif af rafsegulbylgjum, að rafsegulbylgjur geti haft áhrif á histamin óþolið. Já, þannig að ekki svo með símanna nálægt sér og allt þetta, ekki verið með AirPods sem við erum öll að gera. Þannig að þetta er ekkert einfalt og ég held að sé samt það er svo margt sem við eigum eftir að læra og ég hugsa að eftir einhver ár þá verði myndin af þessu farin að skýrast betur. Við höfum kannski betur einhvers konar greiningatæki eða meðferð en eins og staðin í dag og með upplýsingarna þá erum við bara ennþá að reyna að skilja þetta til fulls. Þannig að eina greiningatæki eru raun og verið útilokunarmataræði. Já. Já, bara ef þú bregst vel við þessu útilokunarmataræði og DAO þá styður það við greininguna histamínóþol. En ekki ráðlagt að fólk sé lengur 4 vikur á svona útilokunarmataræði? Nei, það er svona hámark 4 vikur sem það ættir að taka. Já. Og þá byrja að tína smám saman inn. Já. Og sjá hvað það er sem. Hvernig þú þolir þetta. Eitt sem ég langar að minnast á líka með þetta DAO að ef þú ert með þannig góðgerla samsetningu að gerlarnir þín mynda mikið histamin. Og þá er þetta fólk sem vaknar á morgnana og er með mikil einkenni. Og vaknar kannski mjög stíflaður og mjög mikið svona kannski einhver bara þrútinn og með mikil einkenni. Að þá er það fólk hvatt til þess að taka DAO og fastandi maga á morgnana til að minnka þessi einkenni. En svo eru aðri sem kannski taka DAO bara með mat af því að þau vita, þú veist, ég er að fara að borða avokadósalat og avokadó veldur einkennum hjá mér þannig ég ætla að taka DAO með þessari máltíð og minnka þannig einkennin. Það var svo margt á þessum lista sem þú taldir upp alveg upphafi sem uppáhaldsmaturinn minn eins og avokadó og súkkulaði, já, ég gleymi því ekki og súrdegsbrauð og maður minn bakar hverju einustu helgi súrdegsbrauð, þetta er besta sem við vitum fjölskyldan með avokadó einmitt. Ég veit. Þannig að þess að gott bara fyrir fólk að vera meðvitað en ég greinilega þoli þetta vel því að þetta er bara uppistaðan minn súkkulaði og súrdegsbrauð Nei, segir svona en já, ok Já, þess vegna er ekkert mælt með að taka út þennan mat nema því gruni að þetta sé vandamál fyrir þig Já Og það er sagt að það er svona varlega áætlað að 1% þjáist af histamínóþoli en ég held að það sé talsvert vantalið. Já, það er dálítið fjöldi. Það er dálítið fjöldi. Hvað er það? 4.000 manns á Íslandi? 1%. Já. En ég held að það sé mikið meira. Og þetta er oft svona meðaldra. Þetta er svolítið svona á okkar aldrei en ég hef alveg hitt ungt fólk unga krakka sem eru að díla við þetta. Veistu eitthvað af hverju þetta kemur mest upp á þessum aldri? Nei. Það er spurning
sérstaklega konum, það hérna einhvers konar vítarhringssamband milli estrogen og histamíns. Histamin hvetur estrogenlósun og estrogen hvetur histamínlósun. Þannig að þetta til dæmis, konur geta verið með mikið verri einkenni á seinni hluta tíðarhringsins, síðustu 2 vikurnar fyrir fyrir blæðingar, eftir milli eglós og blæðingar. Þannig að það getur haft eitthvað að segja. Svo kannski þetta bara á þessum tíma erum við búin að fara illa með þarmaflóruna. Já. Bara svona uppsafnaður. Komaða payday. Já, akkurat. Skuldadögum, sko. Já, og annað sem kannski svolítið svona áhugavert fyrir greiningu að fylgjan býr til DAO til þess að koma í veg fyrir að við höfnum fóstrunu. Þannig að oft eru konur á meðgangu sem þola, allt í einu losna við ofnæmi eða fara allt í einu að þola mat sem að þoldu ekki annars. Þetta áhugavert. Já. Okay. Ég að læra ýmislegt nýtt. Já, gott. En skemmtilegt. En mér langar að spyrja með munin á köllum og konum, að því að tala einkennin eru munur, en algengi eitthvað? Þetta svipað algengt á milli? Já, ég held það. Ég man ekki eftir svona í fljótu bragði einhverjum stórum kynjamun. Nei. En með utanaðkomandi, þegar þú talar fólk sem hefur verið mikið í rakaskemmdu húsnæði, þá erum við náttúrulega að tala myglu. Já. Það ekki? Jú. Hvað það sem gerist? Af hverju eru þeir viðkvæmari fyrir? Já, sko þetta sveppa eitur, þetta mykotoxin sem myglan gefur frá sér. Hún í rauninni neutraliseruð af þarmaflórunni. Og það ákveðna tegundir af þarmaflóru sem bara fórna sér í það að neutralisera þessa sveppi. Þannig að þá klárast hún í rauninni. Og þegar svo þarmaflóra ekki lengur til staðar, þá hefur sveppa eitrið bein áhrif á slímhúðina og skemmir hana. Þannig að þá ertu komin með þessa skaða í slímhúðina sem að dregur úr DAO framleiðslu, og þá ertu líka búin að þurrka út þessar þarmaflóru sem að neutralisera sveppina. Og það þá komið ójafnvægi líka. Já, algjörlega. Ég minn alveg 100% líka hafa bara heilan þátt sko svona áhrif myglu á heilsu okkur, sko. Alveg 100%, það bara komið að lista hjá mér, því að mér finnst þetta svo ótrúlega áhugavert. Já, og það var raun í gegnum myglu sem að ég datt niður á þetta efni. Ég gerði sérst lokaverkefni mitt histamin óþol, og þegar ég kom til Íslands þá fór ég svona bara að tala við frængur og kunningja, og þú veist, þetta svona öðruvísi samtal heldur maður hefur kannski yfir Facebook þegar maður býr í útlöndum, og þá fær að heyra, þú veist, fær fólki mat og segja, æ nei, ég get ekki borðað þetta og þetta og þetta, og þessi með asma og þessi með alltaf með mígrini, og ég fór svona þess að bara grugga í þetta, þú veist, af hverju bara svona grugga í þessu, svolítið svona skilja hvað var í gangi. Og þessi rosalega umræða í Íslandi einmitt miklu skemmt húsnæði, og hvernig það tengist einmitt inn á þetta með þarmaflóruna, og þannig svona datt ég inn á þetta histamin óþol. Áhugavert. Eitthvað sem að svona, og hver var niðurstaðan þín þá úr þessu? Hægt að taka það saman í stuttu máli eða kannski óflókið? Já, nei, bara það, þú veist, þetta hefur örugglega áhrif á okkur, og ef við hugsaum með það líka, og þetta algjörlega bara mín hugsun, og ég hef ekki fengið þetta staðfest frá neinum, þannig að ég byrt með algjörum fyrirvara, að maður hugsa líka að histamin veldur óróleika. Þú veist, ef við tökum antihistamin þá verðum við þreytt og sofnum oft og róumst niður, og þannig að ef við erum með of mikið histamin þá veldur það svona óeirð í okkur, og tengjum það kannski saman við tíðinni ofvirkni barna á Íslandi og miklu í skólum, þú veist, tengsl þar á milli. Bara skilut eftir að núti. Já, vá. Áhugavert. Já. Mjög áhugavert. Og svo hjálpar ekki að börnin okkar eru ég veit ekki prósenturnar, en þessar unnuvörur sem börnin okkar eru að borða, það eru pilsur, og það eru allt þetta snakk og 1000 innihaldsefni, unnarvörur, matarlíki, kallaði það. Já,
ofurunnar vörur, já, akkurat. Einmitt. Og það hjálpar ekki þarmaflórunni, sykurinn og allt þetta. Þannig að ég held að við getum gert aðeins betur fyrir börnun okkar. Byrja bara með fræðslu strax frá fæðingu. Já, á meðgöngu. Á meðgöngu, já, fyrir meðgöngu. Já, og svo hjá börnunum bara, þú veist, að foreldrarnir byrja strax bara að vinna með börnunum sínum. Já. En ég spyr alla, hvað er heilsa fyrir þér? Já, ég nú búin að heyra margar góðar útskýringar hjá fólki sem hefur komið til þín. Þannig að, og ég sammálaði með öllum. Þetta bara það þarf svo margt að koma inn í til að við upplifum góða heilsu. En mér langaði svolítið að segja ykkur, að taka inn í þessu umræðu, það er eitthvað sem heitir Illness Wellness Continuum, sem í þessum heilsufræðum, og þá lítur þetta á heilsun okkar sem bara svona flæði, þetta er svona samfella, það sem á öðrum endanum er ótímabæru dauði og hinum endanum er góð heilsa. Og í rauninni skiptir það, eða eina sem skiptir máli samkvæmt þessari hugmyndafræði er í hvora áttina þú snýrð. Ertu að snúa í áttina að ótímabærum dauða eða ertu að snúa í áttina að heilsu? Og þá er heilsa, þá er hún bæði sko, þetta er bæði að vera að sinna andlegum þörfum og trúarlegum þörfum og svona þínum að vaksa sem einstaklingur og þú getur verið með langvinna sjúkdóm en á meðan þú ert að snúa í áttina að heilsu, þú ert að gera eitthvað fyrir þig, þú ert að bæta þig, þá ertu í rauninni á réttri leið ef þinni heilsu vegferð. Já. Og þú getur verið í þokkalega góða ástandi en þú ert ekki að sinna þínum þörfum og þá ert að snúi hinn áttina, í áttina ótímabærum dauða. Þannig að mér fannst þetta svolítið gott input í þessa umræðu að þú getur verið ekki 100% heill en þú getur búið við góða heilsu að þú ert að vinna í þínum málum, þú ert að sinna þér andlega, líkamlega, félagslega, ekki síst. Félagsleg heilsa er bara vanmetin, okkar samskipti við annað fólk og þessi félagslegu tengsl sem eru svo mikilvæg. Og maður að sinna þessu þá ertu leiðinni rétt átt. Akkurat. Þetta er mjög falleg útskýring. Og hvað gerir þú til að hugsa þína heilsu og sinna þessum þörfum? Ég er náttúrulega að reyna að borða vel og borða plöntuna mínar. Ég er dottin í það að fara á fjöll með frænkum mínum sem að bara hleður, ég held að ég hef bara bætt 20 árum í líf mitt með þessi fjallabröldi. En ásamlega. Þú ert nýkomin niður á einhverju fjalli? Ég var upp á Snæfellsjökli. Snæfellsjökli, vá. Ásamlega. En það með haspurnar í kálfanum eftir það. Og bara haspur í lungunum, bara eftir allt þetta ferska loft, þetta var bara stórkostlegt, sko. Svo bara, reyni ég að anda djúpt og sinna smá núvitund og hugleiðsla af og til, ég mætti að vera betri í henni, sinna vinum mínum og bara fjölskyldu og bara njóta útsýrinsins á Íslandi. Þetta er bara algjörlega vanmetin, hvað maður segja, þetta er svona algjör bónus. Já, ertu glöð að hafa flutt aftur heim? Ég er mjög ánægð að vera komin heim, já. Er mikill munur á heilsuhegðun Íslendinga og Bandaríkjamanna? Nei, ég held ekki. Þú finnur allan skalan í báðum löndum og svo fer það bara eftir hvernig fólki þú umkringir þig með. Erum við ekki meðaltalið að 5 vinnum okkar, eitthvað svoleiðis. Nákvæmlega. En það sem ég var í Minnesota, það er ekki þessi fjöll til að klifra. Nei, þú saknaði þess mest. Ég saknaði útsýrins og fjallana, já. Það er ásvonlegt. Það er rosa gott að vera komin heim. Er eitthvað sem að vilt segja að lokum? Segja okkur kannski frá heilsuvörðunni? Já, ég bjóð til lítið fyrirtæki í kringum heilsumarkþjálfunina. Þannig að heilsuvarðan.is er fyrirtæki mitt.
Ég reyna að sinna þessu bara svona 1 dag í viku eftir þörfum og ég svona hægt og rólega bara komast að stað en já, ef fólk vil koma til minni heilsumarkþjálfun þá endilega tjekkið á mér. Æðislegt. Bara takk kærlega fyrir að koma og Já, gefa takk þið fyrir tíma mig. að segja okkur frá þessu og takk fyrir þolinmæðina fyrir við hvað segir maður að hlusta á mig spyrja Já, spurningar sem nei. svona Ég voni ég hafi ekki bara flækt þetta meira og fólk allavega hafi einhvern smáskilning á þessu vandamáli og viti að þetta er ekki bara allt í hausnum á þeim. Það er líkamlegar ástæður fyrir öllum þessum einkennum. Einmitt. Nei, ég heldur sérst ekkit endilega að flækja þetta, heldur bara að kveikja á perum Já, og fólk getur þá að dýfka þekkingun sína ef það hefur áhuga á því. endilega. Bara ég vil að fólk hafi einhverja lausn. Frábær lokaorð. Takk fyrir. Takk. Ef þú ert ekki nú þegar að fylgja hlaðvarpinu á Spotify eða Apple Podcast, þá hvet ég þig til þess að gera það. Og nú er einnig hægt að skrifa umsögn þáttinn. Og mér þetta ótrúlega gaman að heyra frá ykkur.